Þá ætla ég að fara yfir talnaefni, þetta er skemmtilegasta. Segja ykkur aðeins frá útkomunni á árinu 2012 og fara yfir áætlun 2013. Nú glemdi ég að skipta gleraugu þannig ég sé ekki hvað ég er að gera. Hinn megin áður, og hérna. F5. Ef ég finn það. Það er góða. Svo er þetta að taka með gleraugu. Ársreikningur 2012, hann liggur ekki fyrir, en það er fyrir séð að rekstrarkostnaður ársins hann er nálægt 120 milljónum. Hlutfall tilfærslna, en það er þetta fína orð notað yfir framlag til landeigenda, það eru þessar tilfærslur. Það er 69% af rekstri verkefnisins. Laun og launatengd gjöld vegna starfsmanna er 22% og rekstur skrifstofu, húsaleiga, rekstur bifreiða, aðkeypt þjónusta, rekstrarvörur og ýmislegt annað, eða í rauninni allt annað í rekstrinum, það eru þarna 9% og þetta sjáum við hérna á þessu kökurrétti, þessa skiptingu. Samtals voru gróðursettar 651.583 plöntur á árinu 2012 og eins og sjáum á, þá eru plöntukaupin fjárfrekasti einstaki liðurinn. Gróðursetning ásamt bilun og grísum, þau koma þar fljótt á eftir, en aðrir liðir eru mun lægri. Og á þessu kökurrétti þá má sjá skiptingu framkvæmda þátta og við sjáum að plöntukaup og gróðursetning er hérna það 57%. Framlög voru greidd til 86 jarða á árinu 2012. Á 4 jörðum var einungis að ræða viðhaldsframlag girðinga, en ýmsar framkvæmdir voru á 82 jörðum. Það var gróðursett á 63 jörðum og eins og sjáum að það voru 45 þeirra á því sem við köllum héraðsskógasvæði og 18 á Austurlandsskógasvæði. Nú enn sem fyrr þá er Lerki með stærstu hlutdeild í gróðursetningunum eða 37%, Greni í öðru seti og Birki í því þriðja. Á þessari glæðu þá sjáum við hérna hvernig skiptingin er á Austurlandsskógasvæðinu. Þar er hérna Birkið með 39% hlutdeild, Lerki með 21% og Greni með 16%. Það er talsvert önnur mynd á héraðsskógasvæðinu þar sem að Lerki er með 42% hlutdeild, Greni 28% og Birki með 12% og aðra tegundir minna. Af öðrum framkvæmdum árið 2012 eru helstu stærðir þær að það voru bilaðir eða grisjar 109 hektarar á 18 jörðum. Það var greitt fyrir 14,5 km af nýgirðingum og fyrir viðhald viðhalda 75 km af girðingum. Það er ekki allt viðhald greitt eftir kílómetragjaldi því hérna héraði það var algengast að greiða samkvæmt tímavinnu og það var greitt fyrir samtals 580 klukkutíma í girðingaviðhaldi eða sem svarar tæplega 3,5 mannmánuði í vinnu. Og þá var unnið að jarðvinnslu og slóðagerð á 27 jörðum. Og eða slóðagerð. Við skulum þá snúa okkur að árinu 2013. Áætlanir okkar gera ráð fyrir að útgjöld ársins verði tæpar 129 milljónir. Fjárveiting ársins er 117,8 milljónir en við eigum ennþá til góða þann hluta gamla höfuðstólsins sem fraus inn í haust. Það er gert ráð fyrir að kostnaðarskipting sé mjög svipuð og á árinu 2012. Tilfærslur eru 69% útgjalda, laun og launatengd gjöld 21% og rekstur 10%.
Plöntukaup og gróðursetning, þau eru ennþá stærsti framkvæmdaþátturinn. Á árinu liggja samningar fyrir kaup á 500.000 plöntum og í síðasta plöntuútboði þá var tilboði skólaskóga tekið og því munu flestar eða allar plöntur ársins koma þaðan. Grisjunaliðurinn fer stækkandi. Bilaðir og grisjaðir hektarar voru 109 eins og ég sagði áðan á árinu 2012 en við gerum ráð fyrir alltaf 150 hektarum á þessu ári. Og leið stækkar liðurinn jarðvinnsla og slóðagerð, þar sem að slóðagerðin helst nokkuð í hendur við bylgnavinnu og hún er í flestum tilfellum mjög dýr framkvæmd. Áburðarmálin þau verða með talsvert öðru sniði en hefur verið, en eins og við þekki þá hefur Barri haldið utan áburðinn og séð að afhenda áburðarskammta eftir þörfum hverju sinni. Það hefur ekki verið alveg gengið frá fyrirkomulaginu þetta árið en við munum láta vita af því samhliða plöntuúthlutun. Og sumarstarfsmann er fyrirhugað að ráða en það er ekki ákveðið hvað það verður. Þá hefur orðið sú breyting að fjársýsla ríkisins, hún sér nú orðið bókhaldi fyrir okkur og eins greiðslukerfi. En það er unnið að því að allar stofnanir ríkisins og verkefni eins og okkar verði með þessu fyrirkomulagi og leiðir verða innleiða rafræna reikninga eins og kostur er. Breytingin hún mun ekki hafa mikil áhrif á starfsemina en landeigendur munu verða varir við að innborganir vegna framlaga og slíkt það mun koma núna frá Ríkissjóði Íslands og mér skilst á þeim sem hafa fengið svona greiðslu og það sé ekkert endilega alltaf miklar skýringar með, fólk áttar sig ekkert endilega alltaf á því út af hverju En þá er líka rétt að árétta að bankanúmer og kennitölur þær séu réttar og passi og einnig að rétt að benda á það að það á að fara saman við þann aðila sem er skráður fyrir virðisaukanúmeri skógarjarðarinnar. Það er talsverður hópur skógarbænda sem setur núna námskeið Grænni skóga 1 og ég held að það sé almennt bara ánægja með þau námskeið. Undanfarin ár hafa Hlynur og Seri verið með umhirðunámskeið á hausti og það er ekki fyrirhuguð nein breyting á því. En við stefnum á að halda að minnstakosti 2 styttri námskeið, cirka hálfsdags námskeið nú í vor og annars vegar í notkun GPS-tækja og hins vegar í gróðursetningu og það er hugsað svona sem upprifjun fyrir þá sem vilja og eins þá sem er að koma nýir inn. Þetta er allt og sumt hjá mér en ef þið eru með spurningar þá er ég fús að reyna að svara þeim. Takk fyrir.